þetta máli svolítið okkar baby, ef að ég má nota það orð. Við byrjuðum á þessu síðastlu haust að ræðum það þegar við fórum þegar byrjuðu þessar miklu þreifingar á að Skel hefði áhuga. Skel þetta stjórnarformaðurinn, það Jón Ásgeir Jóhannesson. Að Skel hefði áhuga á að komast inn á matvörumarkaðinn í gegnum Kaupfélag Suðurnesja sem var aðaleigandinn í Samkaupum HF. Og nú síðan byrjuðu viðræður, þeim var slitið, en við erum búin að í fleiri þáttum vekja athygli á því að Samkaup með 60 verslanir, Netto og Prís og Netto og Æsland, svo kemur Skel með Prís eða Heimkaup. Þeir eru náttúrulega með 10-11, þeir eru með Orkuna og það með til Orkan sem eru bensinstöðvarnar og það félagi kringum það með það sem Orkan látin kaupa. Og hér kemur einmitt upp á skjáin þessi. Já, við skulum bara horfa á Skel, það búin að skella þessar skjáin. Við skulum bara segja að skráðfélög eru Kaldalón og Skagi sem eru á Vís. Kaldalón sterkt fasteignafélag. Jón Ásgeir þar og Jón Helgi Guðmundsson í Bíkó, en óskráðfélög þetta Orkan, nú Löður og Styrkárs, og svo kemur Gallon þetta fyrir neðan, það bara olíutankarnir hérna út í Örfirsey. Vegna þess að Skel ekki inn í og Orkan ekki inn í olíudreifingu, og síðan ertu þetta með Heimkaup og Lyfjaval þetta og fleira. Þannig að þetta mjög sterkt eignasafn og félagið Skel að gera sér mjög gildandi, og það bara stóra málið þetta. Nú nýlega var tilkynnt að Gunnar Egill Sigurðsson sem var forstjóri Samkaupa, hann að hætta. Greta María Gretarsdóttir var forstjóri Krónunar tíma sem margir þekkja, og hún hefur verið með Heimkaup og Prís. Nú Jón Ásgeir manna stofnandi Bónus og manna þekkir þennan markað alveg gífurlega vel, og gleymum því ekki að það var maður sem starfaði lengi með Jóni Ásgeir og byggði upp Bónus með honum fyrir utan föður hans, Jóhannes Bónus. Það Guðmundur Martinsson, hann á lausu sem einhver besti rekstrarmaður matvörumarkaða á Íslandi. Þannig við erum að sjá líka að það verið að Gunnar Egill að hætta, og nú það alveg ljóst að það verið að taka þetta mjög ákveðin skref. Síðan verður þetta núna félagið verður skráð á hlutabréfamarkað. Eftir 2 ár var ekki lokárs 2027. Það svolítið framtíðamúsík, en það gefur fyrirheit Kaupfélag Suðurnesja sem fær greitt núna með hlutabréfum Orkunni. Það auðvitað þeirra leið líka út af markanum. Þeir hefðu auðvitað geta bara beðið pening og loka bókinni. En ef þarna byggist upp þeir trúa bara núna alltaf á Jón Ásgeir að hann byggi þetta upp stórt og mikið félag. Eða þeir var kannski nauður einn kostur. Já, en voru þeir ekki tapprekstri bara? Jú, en það breytir því ekki að þeir hefðu getað kassað út eða bara selt sinn hlut þarna. En ef að þeir bíða og taka þátt í þar til félagið fyrir markað, þá eykst verðmæti félagsins vantarlega. Ég held að þetta sé skynsamleg ákvörðun hjá þeim. Já, þeir treysta bara á það að Jón Ásgeir byggja þetta veldi, og það held ég bara sé að gerast. Og þetta verður mjög spennandi líka að sjá, sko Netto hefur verið að guðma sér að því að þeir hafi verið að lækka verðið jafnt og þétt niður svolítið að Bónus. Það hefur komið fram í könnunum ASI. Þannig að þetta verður mjög athyglisvert að sjá þessar hræringar. Við erum með Costco, við erum með Festi, það sé Krónuna, við erum með Haga, Bónus og Hagkaup, og svo ertu með Netto og sem allt í henni þá, og ef að Jón Ásgeir það núna orðin aðaleikarin, þá þetta allt í henni orðið afl á markaðanum.